Örlagatímar það heiti sem ég hefur kosið fyrir þessa seríu erinda og nú erum við að taka fyrir 9. og 10. kapitulan í Daníelsbók. Þar fjallað trúarhetjuna Daníel og 3 félaga hans. En Daníelsbók fjallar mikið örlög heilla þjóða og heimsvelda. En það ekki allir sem gera sig grein fyrir því að aðal söguhetjan í Daníelsbók Jesus Kristur og reyndar hann söguhetja allrar Biblíunnar. Í dag munum við komast að raun það að dálitlu leyti þegar við skoðum spádóma tímasetningar og tímaspádóma sem kallað 490 ára spádómur eða 77. Þetta mun ég útskýra innan tíðar hér í þessu erindi. Við skulum byrja hérna á 9. kaflanum í 3. versi. Þar segir, og þetta Daníelsbók, ég sneri þá ásjónu minni til drottins, segir Daníel, til drottins Guðs, til þess að bera fram bæn mína og grátbeiðni með föstu í sekk og ösku. Ég bað til drottins Guðs míns, gjörði játningu mína, sjáu þið, gjörði játningu mína og sagði, æ drottin, þú mikli og ógulegi Guð sem heldur sáttmálan og miskunnsemina við þá sem elska hann og varðveita boðorð hans. Takið eftir áherslunni á boðorðin 10. Við höfum syndgað, segir Daníel, og illa gjört. Við höfum breytt óguðlega og verið þér mótsnúnir og vikið frá boðum þínum og setningum. Við höfum ekki hlýtt þjónum þínum spámönnunum. Hugsið ykkur, Daníel hér að játa sína syndir. Hann leit á sig sem syndugan mann í þörf fyrir sáluhjálp, hjálpræði Jesú Krists. En við höldum áfram, í 9. versi segir, en hjá drottni Guði vorum miskunnsemi og fyrirgefning, því að við höfum verið honum mótsnúnir og ekki hlýtt röstu drottins Guðs að breyta eftir boðorðum hans. Sjáu þið hvernig Daníel leggur ríka áherslu á að hlýða boðorðum Guðs, boðorðinu 10. Þeim hann fyrr oss lagði fyrir munn þjóna sinna, spámannanna. Já, allur Ísrael hefur brotið lögmál þitt, hefur vikið frá þér svo hann hlýðir eigi framar röstu þinni. Sjáu þið trúarjátningu og syndajátningu þessa dygga þjóns Guðs, Daníels. Hann telur sjálfa sig á meðal syndarana. Í Daníelsbók, eins og reyndar í öllu Gamla testamentinu og því nýja, sjáum við áherslu drottins Guðs okkar á nauðsyn þess að við hlýðum honum, lærum að elska hann og að elska stjórnarskrá Guðs ríki sem boðorðin 10. Og þessi mynd táknræn upp á kærleika og líka hlýðni við boðorðin. Tjaldbúðin nokkuð sem Guð fyrirskipaði Ísrael að reisa honum til dýrðar og tilbeiðslu á eyðimörkugöngu þeirra sem endist í 40 ár eftir brottförina frá Egyptalandi. Og tjaldbúðin var síðan notuð í meira en 400 ár sem helgasti staður tilbeiðslu á meðal Ísraels manna. Svo var musteri reist, varanlegt musteri reist á Salomon konungi, svona það bil 950 árum fyrir Krist, en var síðan lagt í rúst árið 587 fyrir Krist. Svo var nýtt musteri reist á tíma Esra og Nehemía og síðan eyðilagt á Rómverjum árið 70 eftir Krist. Síðan hefur Guð beint athygli okkar að öðru musteri. Það að segja hinu eiginlega og varanlega musteri á himnum. Samanber 8. og 9. kaflinn í Hebreabréfinu. Ég hvet ykkur til að lesa þessa kafla því að þá skiljið þið betur hvað átti sér stað þarna með musterin í Gamla testamentinu. Hérna hef ég fengið að láni af netinu svona eina teikningu eða uppdrátt af musteris tjaldbúðinni
umgirt með tilheyrandi áhöldum og öldurum. Og þegar að Ísraelsmenn gengu eyðimörkina í 40 ár, þá tóku þeir tjaldbúðina með sér, tóku hana niður, pökkuðu henni saman þegar hafin var ganga á ný, sem þeir gerðu öðru hverju, og reistu upp aftur á nýju stað. Og svo voru Ísraelsmenn, þeir byggu í tjöldum allt í kring tjaldbúðina, þennan helgasta stað á jarðríki. Og síðan meir, þá var musterið byggt varalegt af Salomon, og eins og ég sagði, kringum 950 til og frá fyrir Krist. Og menn hafa gert sér í hugalund þessi musteri, þau eru ekki alltaf endilega eins hjá hverjum listamanni, en yfirleitt að þá var þetta mjög vegleg bygging, hvort sem það var svo fyrri sem Salomon byggði eða svo síðari sem var byggð á dögum Esra og Nehemía. En inn í hinu allra helgasta, innsta hluta musterisins, var að finna boðorðin 10 sem voru geymd í gullkistu og 2 englar, það er að segja styttur, sátu ofan á kistunni. Og þetta var kallað náðarhásæti drottins. Og einu sinni á ári var það hlutverk æðstaprestsins og einskis annars manns að fara inn í það allra helgasta með blóð fórnartýrsins og stökkva því á horn kistunar sem boðorðin 10 voru í. Svo segir í 7. kaflanum í Daniel, 25. versi, svo ég stökkvi aðeins tilbaka og rifja upp mjög mikilvæga texta. Þar segir drottinn að einhver muni orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hina heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Og þeir munu honum í hendur seldir verða 1 tíð, 2 tíðar og hálfa tíð, en dómurinn mun settur verða og hann sviptur völdum til þess að afmá þau með öllu og að engu gjöra. Með öðrum orðum, einhvern vald, og þannig er það andlegt vald sem að hefur í hyggju og hefur reyndar byrjað á því nú þegar að umbreyta helgitíðum og lögum Guðs. En slíkt vald, slíkur aðili mun verða dæmdur í dóminum mikla í lok tímana. Við lesum nú næst í Daniel 9. kafla og það eru fyrstu versin. Á fyrsta ríkisári Daríusar Ahasverusonar, sem var medískur að ætt og orðinn konungur yfir ríki Kaldea, á fyrsta ári ríkisstjórnar hans hugði ég, Daniel, í ritningunum að áratölu þeirri Jerúsalem átt að liggja í rústum, samkvæmt orði drottins. Því til Jeremías spámanns hafði komið sem sé 70 ár. Takið eftir, vinir, að drottinn í gegnum Jeremía á undan Daniel hafði spáð því, sagt fyrir að Jerúsalem yrði lögð í rúst og þar með musteri líka og yrði í rúst í 70 ár. Og ég ætla að lesa þennan spádóm í Jeremía, 29. kafla, 10. vers. Svo segir drottinn, þegar 70 ár eru liðin fyrir Babylon, mun ég vitja yður og efna við yður fyrirheit mitt að flytja yður aftur á þennan stað. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingi, að veita yður vonaríka framtíð. Þá munu þér ákalla mig og fara og biðja til mín og ég mun bænheyra yður. Og þér munu leita mín og finna mig, þegar þér leiti mín af öllu hjarta, vil ég láta yður finna mig, segir drottinn. Hugsið ykkur, þarna sagt fyrir þennan spádóm og þeir áttu að vera í 70 ár í ánauð í framandi landi í Babylon, en þá áformaði Guð og sagði fyrirfram hann myndi leiða þjóðina aftur inn í Jerúsalem, inn í fyrirheitna landið og þeir myndu byggja upp musteri á ný.
Í 9. kaflanum frá 23. versi segir, og þannig engillinn Gabriel að tala við Daniel: þegar þú byrjaði bæn þína, útgekk orð, og ég hingað komin til að kunngera þér það, því að þú ert ástmögur Guðs. Það að segja, sonur Guðs, sem Guð elskar. Takk því eftir orðinu og gef gætur að vitranninni. 77. Hér kemur eitthvað hugtak sem margir hafa misskilið eða alls ekki skilið. En ég skal útskýra þetta. 77 eru ákveðna lið þínum og þinni heilugu borg til þess að drýja glæpinn til fulls og fylla mæli syndana og til þess að friðþægja fyrir misgjörðina og leiða fram eilíft réttlæti, til þess að innsigla vitrun og spámann og vígja hið heilaga. Daniel var mjög áhyggjufullur að Guð hefði ástæðu til þess að framlengja refsingu Ísraels, að vera lengur í ánu en þessi 70 ár. Hann þekkti þennan spádóm Jeremía, en núna hann að byrja bæn og þá segir Gabriel að þegar þú byrjaðir bæn þína, þá var gefin út fyrirskipun sem sagt á himni að hann ætti að fara til Daniels og útskýra fyrir honum spádóminn 77. Og svo líka til þess að hinn heilaga borg, þar segir Jerúsalem, og fólkið þar í myndi þá hafa þennan tíma, 77. Ég skal útskýra það nánar, að honum loknum muni þeir hafa drykkt glæpinn til fulls og fyllt mæli synda sinna. Og til þess að friðþægja fyrir misgjörðina og leiða fram eilíft réttlæti, til þess að innsigla vitrun og spámann og vígja hið heilaga. Guð gaf Daniel vitrun nýtt spádómstímabil á táknmáli, þar sem vika sögð vera 7 dagar og 7 dagar eru táknuð með 7 árum. Þannig áttu 77 að tákna 490 ára tímabil, náðartímabil fyrir Ísrael, sem var í reynd 7 sinnum lengri tími en Ísrael var í ánauð í Babylon. Sjáðu hvernig Guð gefur okkur nægan tíma til að leiðrétta okkur eða leita leiðréttingar og aðstoða Guðs. En við erum eftir að komast á raunum að Ísraelsmenn á þessum tíma, þeir fengu þennan nýja tíma, nýja náð í 490 ár sem að þessi 77 táknuðu, og það endaði með ósköpum fyrir þá. En í 25. versinu í 9. kafla Daniels þá segir Gabriel við Daniel: Vit því og hygg að frá því orðið endurreisn Jerúsalem útgekk til þess smurðahöfðingja eru 7 og í 62 7 skulu torg hennar og stræti endurreist verða. Hér verða að tala komu hins smurðahöfðingja á þessu tímabili eða í endalokum þessa 490 ára, og þessi tími átti líka að vera til þess að byggja upp musteri og torg Jerúsalem. Svo segir þarna frá 26. versi í 9. kaflanum: og eftir þær 62 7, það að segja auk fyrstu 2 viknanna, alls 69 vikur, því að 7 vika, mun hinn smurði afmáðu verða, og hann mun ekkert eiga, og borgina og helgidóminn mun eyða þjóðhöfðingja nokkurs sem koma á, en hann mun farast í refsidómsflóðinu, og allt til enda mun ófriður haldast við og svo eyðing sem fastráðin og hann mun gjöra fastan sáttmála við marga 1/7. Það að segja, Jesús mun gera fastan sáttmála
á meðal manna í þessari síðustu viku af þessu 490 árum. Og miðja sjöundina mun hann afnema sláturfórn og matfórn. Þessar helgu hátíðir eða árlegu hátíðir, trúarhátíðir gyðinga sem voru sem sagt numdar úr gildi þegar að Kristur var negldur á krossinn, því að allar þessar helgihátíðir boðuðu komu Jesú Krists. Og við höldum hér áfram og sjáum þið þarna að þetta eru 69 vikur. Sko, það eru 62, en það voru 2 700 á undan. Þú leggur það saman við 67, þá ertu með 69 sjöundir. Það er að segja 690 árin er ekki alveg komin öll þarna, því það vantar eina sjöund. Síðustu vikuna, þessa númer 70, á enn eftir að koma til söguna, það er vikið að því þarna í lok þessara tilvitnunar. En hver sjöund táknar 7 daga og hver dagur merkir í spádómum ár. Þannig að 490 dagar sem 70 sjöundirnar í raun og veru þýðir eða merkja 490 ára tímabil, og við skoðum þetta betur. Hinn smurði sem er þarna nefndur, það er Jesús Kristur. Hann hóf að starfa 30 ára gamall en var tekinn af lífi 3,5 ári seinna. Sama sem í miðri síðustu sjöundinni. Þá var hálf síðasta sjöundin eftir sem endaði þegar Stefán var grýttur til bana 3,5 ári seinna. Og þar með enduðu 490 árin. Við skulum rifja þetta. Fyrst var það tjaldbúðin, það bil 1400 fyrir Krist, sem var sett upp í eyðimörkinni. Síðar reisti Salomon varalegt musteri það bil 490 árum fyrir Krist. En það var lagt í rúst af Nebúkadnesar árið 587 fyrir Krist. Þá var annað musteri reist eftir 70 ára útlegð í Babylon. Það er að segja, það var ekki gert strax eftir 70 ára útlegðina, heldur þegar 490 árin enduðu. Þegar að Babylon eyðilagði musterið sem Babylon, eða fólkið hafði verið í Babylon, kom heim til að endurbyggja múrana umhverfis Jerúsalem, endurbyggja musterið og stræki og torg Jerúsalem borgar og reyndar Ísraels þjóðarinnar yfirleitt, að það musteri sem þá var byggt eftir þetta spádómstímabil, það var eyðilagt árið 70 eftir Krist af Rómverjum. Eftir þessa atburðarás beinir Biblían athygli okkar að hinu himneska musteri sem er á himnum, þar sem Jesús Kristur þjónar núna sem æðstuprestur. Þess vegna hvet ég ykkur til að lesa 8., 9. og 10. kaflan í Hebreabréfinu sem fjallar þetta allt saman. Þá förum við í Daniel 10. kaflan frá 5. versi. Þá segir: þá hóf ég upp augu mín, segir Daniel, og sá mann nokkurn klæddan línklæðum og girtan skíra gulli lendar. Líkami hans var sem krísolít, ásjóna hans sem leiftur, augu hans sem eldblis, armleggir hans og fætur sem skyggður eir og hljómurinn af orðum hans eins og mikill gnýr. Ég, Daniel, sá einn sýnina, og mennirnir sem með mér voru sáu ekki sýnina, en yfir þá kom mikil hræðsla og flýðu þeir í felur. Ég var þá einn eftir. Takið eftir, hér er verið að segja frá tilkomu Jesú Krists þarna í Danielsbókinni, og hann er með svipaða lýsingu. Það er að segja, Daniel er með svipaða lýsingu á himneskri veru sem reynist vera Jesús Kristur,
eins og Jóhannes sá í Åpenbarunarbókinni og sagti frá í 1. kaflanum þar. Og þannig sjáum við Jesú Krist boðaðan víða í allri Biblíunni og hér í Daniel alveg sérstaklega. Í Apostolasögunni 9. kafla þá sagt frá því þegar Páll sem var að ofsækja kristna menn, og þetta var áður en hann gerðist kristinn, hann var á leiðinni til Damaskus að ofsækja hina kristnu, láta hann taka þá, og hann lét taka ýmsa af lífi fyrir trú sína. Og hann var kominn þarna nálægt Damaskus, þá leiftraði skyndilega hann ljós af himni. Hann féll til jarðar og heyrði rödd segja við sig: Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? En hann sagði: Hver ert þú, Herra? Þá var svarað: Ég er Jesús sem þú ofsækir. En stattu upp og gakk inn í borgina og þér mun verða sagt hvað þú átt að gjöra. Förunautar hans stóðu orðlausir. Þeir heyrðu að vísu röstina en sáu engan. Sjáu þið hvað þið líkt því sem Daniel sá og lýsti. Og svo í Åpenbarunarbókinni í 1. kaflanum, ég ætla að lesa það núna hérna, þá var það Jóhannes sem segir: Ég sneri mig við til að sjá hvers röst það væri sem við mig talaði, og ég sneri mér við, sá ég 7 gull-ljósa stikur, og milli ljósastikknanna einhvern líkan mannssyni, síðan klæddan síðkirtli, og gullbelti var spennt bringu hans. Sjáu þið að hér verið að lýsa Jesú, og þá hann stattur inn í musterinu, sem líka Daniel að lýsa þegar hann sá hina himnesku veru, með svipuðu lýsingum og hér að finna í orði Jóhannesar í Åpenbarunarbókinni. Og hann segir að hár hans var eins og hvít ull, eins og mjöll, og augu hans eins og eldslogi, og fætur hans voru líki málmi, glóandi í dyglu, og röst hans sem niður margra vatna, og ásjón hans var sem sólin skínandi í mætti sínum. Þegar ég sá hann, féll ég fyrir fætur honum sem dauður væri. Þetta voru þau áhrif sem nærvera Jesú hafði á Daniel. Sama persónan í Nýja testamentinu, sama í Åpenbarunarbókinni, og sama sem Páll sá á leiðinni til Damaskus, og það sama persónan sem Daniel sá og segir frá þarna í Daniels bókinni. Og við lesum líka í Åpenbarunarbókinni þar sem segir að ég sá annan engil, þetta í 14. kafla Åpenbarunarbókarinnar, ég sá annan engil fljúga háhvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa, og sér hverri þjóð og kynskvísl, tungu og lýð, og sagði hárri röddu: Óttist Guð og gefðu honum dýrð, því að komin stund dóms hans. Sjáu þið hvenær þetta á við? Í tíma endalokana. Því að komin stund dóms hans, tilbiðjið þann sem gjört hefur himininn og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Við erum hvött til þess á þessu síðustu tímum að tilbiðja skaparann, og við erum hvött til þess að hafa í heiðri boðorðin 10, og þess vegna það að við getum ekki komist undan því að hafa í heiðri stjórnarskrá Guðs ríkis hér á jörðinni, ef við ætlum eða væntu þess að fá að búa með frelsara okkar alla eilífð í ríki hans á himni. Þar hlýða allir boðorðinu 10, ekki af frelsótta, heldur að því að þeir elska að hafa í heiðri meginreglur sem gerir öllu kleift að lifa vel að eilífu. En hér á jörðu eru boðorðin mistúlkuð, til dæmis 4. boðorði. Það eins og einhver hafi tekið hamar og meitil og höggvið 4. boðorði burt, svo til allt boðorði.
og börnunum kennt, ef þeim kennt á annað borð að hafa í heiðri boðorðin, að þá fá þau ekki að læra þetta boðorð til hlítar eins og það í orði Guðs. Og annað boðorð líka horfið úr kennslubókum margra kristinna. En Jesús benti á boðorðin 10 og sérstaklega í fjallræðinni í 5. kafla lesið það sem að segir: ég ekki komin til þess að nema burtu einn stafkrók úr lögmálinu, og það mun allt vera í gildi þar til yfir lýkur. Daniel var líka sagt að hinn smurði yrði afmáður á þessu tímabili 490 árana í lok þeirra. Hinn smurði þetta Jesús Kristur, og okkur gefið til kynna að lesa Daniel, og eins og hann gerði, að fara eftir leiðbeiningunum sem Guð gaf fólki sínu þá, að gera það nú, því að það eins og lúðurinn fara að hljóma innan skams. Tíminn á enda innan skams, segir í Åpenbarunarbókinni, segir í allri Biblíunni. Kristur fer að koma, og jafnvel fólk víða í kringum okkur í þjóðfélaginu spyr gjarnan: hvernig endar þetta allt saman sem að gerast í heiminum í dag? Og við minnumst þess að Jesús sagði í 21. kafla Lúkasar að sá tími muni koma að menn munu gefa upp öndina og ótta af kvíða fyrir því sem koma mun yfir heimsbyggðina. Það eins og lúður hljómur himinsins sem þegar tekin